allir samningar þar að segja hafa verið færðir yfir í MyIgloo sem sem sagt einhvers konar kerfi sem notað af HMS og þar eins og ég benti á í síðasta þætti að þá ertu með 6 mánaða uppsagnarfrest og það að minnsta sem þú getur verið með. Ríkisstjórnin hefur núna talað um það að þau vilja færa þennan frest upp í 12 mánuði. Tryggingin á samt að vera til 2 mánaða. Þannig að ef að þú lendir í vandræðum með leigjanda sem að með, stropult eða greiðir stropulega af sínum lánum, að þá ert þú ekki tryggður sem leigusali. Þannig að það líklega eitthvað sem að margir sjá sem ófýsilegan kost, þar að segja að leigja út þitt húsnæði. Það kemur hvergi fram hvað þýðir til dæmis ef að þú ert að leigja út húsnæði, það kemur upp á daginn að þetta sé einhver eiturlyfjamaður sem var hættur í neyslu en byrjar aftur í neyslu, að þá veistu ekkert hvað þú ert að fara, eða hver réttindi þín eru gagnvart húsnæðinu. Hvað þýðir það að samningur sé til 12 mánaða? Hefur hann aðgengi að þessu til 12 mánaða? Einhverjir ferlar sem að þurfa? Það vita það allir sem hafa leigt út húsnæði að það getur verið mjög erfitt að koma leigjanda úr húsnæði. Það bara og var með náttúrulega 3 mánaða uppsagnarfrest og þessi 3 mánaða uppsagnarfrestu var út af því að tryggingin var 1 mánuður plus 2, þar að segja 3 mánuður við upphaf samnings. Núna vitum við ekkert hvernig þessu horfir. Við vitum ekkert hvað það þýðir að samningur sé til 12 mánaða. Má hreyfa við hann til 12 mánaða, getur sá sem á húsnæði brugðist við ef það kemur upp dauði í fjölskyldunni eða einhvers konar hrakföll, þann þá bara skuldbundið til þess að vera til 12 mánaða. Sumir telja það bara vera gott og kannski það bara gott, en þetta aftur á móti breyting á kerfinu sem kemur enn og aftur ofan í allt hitt. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/1pæling.